Vafi virðist leika á eignarhaldi og tugum milljarða króna í sjóðum Samvinnutryggingasálugu. Funda verður málið á morgun. Lokaður hópur eignarhaldsfélags Samvinnutrygginga hittist á aðalfundi á morgun en eignir félagsins nema tugum milljarða króna. Lögmaður veltir því upp í blaðagrein í dag hver eigi eiginlega þessar stóreignir en það virðist engan veginn ljóst. Kristinn Hrafnsson. Samvinnutryggingar og systurfélagið, Lítringafélagið Andvaka, voru stofnuð af Sambandi íslenskra samvinnufélaga SÍS fyrir rúmri hálfri öld. Eignarhaldið á þessum tryggingafélögum var í höndum þeirra sem tryggðu hjá þeim, tryggingartakar áttu félögin. En 1989 eru þessi félög sameinuð Brunabótafélaginu og úrverður stórveldið Vátryggingafélag Íslands, VÍS. Það hefur verið heldur betur lífið þessum leifum samvinnuhreyfingarinnar þó svo að eignarhaldið sé ef til vill óljóst. Digurum sjóðum hefur verið beitt í fjárfestingarskyni, meðal annars tók eignarhaldsfélag Samvinnutrygginga þátt í að eignast Búnaðarbankann sem S-hópurinn svokallaði vegna tengsla við Framsóknarflokkinn og samvinnuhreyfinguna fékk að kaupa. Síðustu fjárfestingarhreyfingar þessa félags voru kaup á þriðjungshlut í Icelandair og var Finnur Ingólfsson þar í forsvari. Samkvæmt heimildum fréttastofu nema eignir þessara leyfa Samvinnutrygginga tugum milljarða króna. En hver á þær? Sigurður G. Guðjónsson spyr þessara spurningar í Morgunblaðinu í dag og bendir á að aðalfundur eignarhaldsfélags Samvinnutrygginga sé á morgun í húsakynnum Mjólkursamsölunnar. Bendir hann á að samkvæmt samþykktum félagsins megi ráða að félagar í eignarhaldsfélaginu séu þeir sem tryggðu hjá Samvinnutryggingum árið 1987 og 88 og þeir sem voru með lögbúna brunatryggingu 92 og 93. En þeir eru ekki boðnir á aðalfundir á morgun. Fréttastofan áði símtali við Þórólf Gíslason kaupfélagsstjóra í dag en hann stjórnarformaður eignarhaldsfélags Samvinnutrygginga. Gat hann upplýst að það væri 24 manna framkvæmdaráð sem sæti aðalfundin og engin annar. Ekki gat hann útlistað hvernig þetta 24 manna ráð valið. Sleit hann símtalinu og bauð fréttamanna á sambandi sér síðar í dag til frekari upplýsingagjafar. Síðan hefur verið slökkt á farsímanum. Örlög 30 milljarða króna eignar Samvinnutrygginga réðust í dag. Forkól var í Samvinnutryggingum. Eignarhaldsfélagi vildu ekki tjá sig um það í dag hverjir eiga félaginu, hvers vegna eigandum hefur ekki verið tilkynnt eign sín í félaginu nema nýja ráðstöfun fjármuna í því. Jón Örn Guðbjörnsson er við höfuðstöð Ráðstofsmiðstöðvarinnar þar sem aðalfundur Samvinnutrygginga fór fram í dag. Jón Örn, er fundurinn lokið? Hér er fundi lokið og það hefur nú þegar ráðist hvernig þessum 30 milljörðum verður ráðstafað. Það hefur ákveðið að leysa upp eignarhaldsfélag Samvinnutrygginga og í framhaldi af því verður stofnað hlutafélag. Eignir í félaginu verða afhentar þeim sem eru hluthafar í félaginu en þeir eru í raun tryggingatakar sem voru í Samvinnutryggingum og hlutafélaginu verður skipt með hliðsjón af þeim iðgjöldum sem að þessir viðskiptavinir hafa greitt til tryggingafélagsins. En í dag þá leitum við eftir skýringum á því hvers vegna væri verið að skipta upp eða breyta rekstrarfyrirkomulagi á þessu tiltekna félagi og hvernig fjármunum þess hefði verið ráðstafað. Hvorki Finnur Ingólfsson, stjórnarformaður Icelandair Group og fyrrverandi iðnaðarráðherra, né Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga, vildu skýra út fyrir Stöð 2 hvernig fjármunum Samvinnutrygginga yrði ráðstafað, né hver yrði framtíð félagsins. Þeir tveir voru á meðal þeirra sem mættu á aðalfund hjá eignarhaldsfélaginu Samvinnutryggingum í húsakynnum Ásta og Smjörssölunnar í dag. Harla litlar upplýsingar er að fá starfsemi félagsins. Félagið er til að mynda ekki með neina heimasíðu. Þórólfur kom þeim skilaboðum til Stöðvar 2 að hann myndi tjá sig eftir fundarhöldin í dag, en í raun eru marga fundi að ræða. Fram hefur komið á Stöð 2 að Samvinnutryggingar eigi yfir 30 milljarða króna og samkvæmt samþykktum eignarhaldsfélagsins virðast eigendur þessara fjármuna annars vegar þeir sem voru með einhverja tryggingar hjá Samvinnutryggingum árið 1987 og 1988 og hins vegar þeir sem voru með lögboðna brunatryggingu húsa árin 1992 og 1993. Alls eru þetta yfir 30.000 manns. Þessir 30.000 einstaklingar voru ekki boðaðir á aðalfundin í dag, heldur einungis ríflega 20 manna framkvæmdaráð. Ekki fengust svör við því í dag hvernig menn hafa valist í ábyrgðarstöður í þetta ráð. Í Morgunblaðinu í gær skrifar Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður, málið og spyr hvort aðalfundirnir í dag séu aðeins fyrir útvalda samvinnumenn og afkomendur þeirra sem hafi komið sér fyrir í Samvinnutryggingasjóðnum.
Reiknaði með að samvinnutryggingum verði slitið við þessi fundaröld í dag og að nýtt hlutafélag verði stofnað í staðinn. Ætla má að eignarhlutur hvers og eins af þessum rösklega 30.000 verði umreiknaður til hlutafjár í nýja félaginu með hliðsjón af greiddum iðgjöldum. Samvinnutryggingar eignarhaldsfélag er ekki á flæðiskeri Stat hvað varðar eignasafn en félagið á 5,41% í Exista. Þessi hlutur er nú metinn á 20,6 milljarða miðað við gengi Exista í dag. Exista er kjölfestu fjárfestir í skráðum og óskráðum fyrirtækjum, þar á meðal í Kaupþingi, Sampo Group, Bakkavör og Símanum. Exista rekur eitt stærsta tryggingafélag landsins, VÍS. Það starfrækir einnig Líftryggingafélagið Lífís, Lýsingu HF og Öryggismiðstöð Íslands. Framkom í fréttum Stöðvar 2 í gær að sjóðum samvinnutrygginga hefur verið beitt í fjárfestingaskyni meðal annars til kaupa S-hópsins svokallaða á Búnaðarbankanum og þriðjungshlut í Icelandair nýverið. Við munum halda áfram að fjalla þetta mál í fréttum okkar á Stöð 2 en einnig verður fjallað þetta á vísir.is þar sem við munum leita svara við því sem er í raun og veru ósvarað ennþá. Þórólfur Gíslason, stjórnarformaður eignarhaldsfélagsins Samvinnutryggingar, segir ekkert hæft í því að einstaklingar hafi haslað sér í völl í íslensku atvinnulífi með lántökum frá félaginu. Félagið hafi ekki lánað fé til einstaklinga til fjárfestinga. Jón Örn Guðbjörnsson. Á fundi eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga í gær var ákveðið að slíta félaginu með formlegum hætti. Eignir og skuldir félagsins voru færðar til dótturfélagsins Gift, fjárfestingarfélags EHF, en hlutir í því félagi koma til með að skiptast milli eigendana sem eru fyrrum tryggingatakar Samvinnutrygginga GT sem áttu skilyrtan eignarrétt í eignarhaldsfélaginu. Eignarhlutirnir í hinu nýja félagi verða ekki afhentir fyrrum tryggingatökum fyrir í fyrsta lagi í október næstkomandi. Stærsti eigandinn verður Samvinnusjóðurinn sjálfseignarstofnun. Og þetta verður sjálfseignarstofnun sem að hefur það hlutverk að verða að samfélagslegu gagni með því að styrkja menningu og ýmis samfélagslegum verkefni sem að eru til staðar í samfélaginu. Eins og fram hefur komið í fréttum okkar hefur eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar verið umsvifamikill fjárfestir á íslenskum hlutabréfamarkaði. Fjárhagslegu styrkur félagsins hefur vaxið jafnt og þétt á síðastliðnum árum, ekki síst sökum þess að gengi hefur hækkað mikið í íslenskum fjármálafyrirtækjum. Höfuðstóllinn, hann kemur náttúrulega af rekstri af því að tryggingatakarnir lögðu aldrei fram fjármunum. Það er það sem þarf að undirstrika, þeir lögðu aldrei fram fjármunum. Þeir voru bara í viðskiptum við félagið. Stærstu eignir félagsins eru hlutafé í Exista HF, í íslenskum fjármálastofnunum og óbeinn eignarhlutur að tæpum þriðjungshlut í Icelandair Group HF í gegnum Langflug EHF. Félagið er þriðji stærsti hlutafinn í Existu með hlut sem var í gær metinn á 20,6 milljarða króna. Þórólfur segir að félagið hafi ekki verið í lánastarfsemi til einstaklinga til neinna fjárfestinga. Félagið hefur fyrst og fremst verið að fjárfesta bara, eins og önnur fjárfestingar félög hafa verið að gera. Félagið hefur ekki verið að lána neinum fyrirtækjum með öðrum fjármunum. Þegar Exista yfirtók VÍS á síðast ári lauk beinni þáttöku Samvinnutrygginga í vátryggingarekstri sem hafði staðið frá stofnun Samvinnutrygginga árið 1946. Þórólfur segir að félagið hafi nú verið leyst upp vegna þess að nú sé talið að félagið hafi ekki lengur nein bein afskipti af tryggingamarkaðinum.